Kylfingurinn Arnór Snær Guðmundsson var á dögunum kjörinn íþróttamaður Dalvíkurbyggðar fyrir árið 2016. Arnór Snær 18 ára nemi við íþróttabraut Verkmenntaskólans á Akureyri en stundar æfingar á Dalvík þar sem hann býr. Arnór einn af efnilegustu kylfingum landsins og átti frábært ár í fyrra. Hann var í fremstu röð í þeim golfmótum sem hann tók þátt í hér heima og keppti auk þess á erlendri grundu fyrir hönd Íslands í flokki 18 ára og yngri. Við kíktum á æfingu hjá Arnóri Snæ og byrjum á því að spyrja hvort hann hefði búist við því að hljóta titilinn íþróttamaður Dalvíkurbyggðar. Bæði og sko. Það eru fullt af góðum íþróttafólki á Dalvík þannig að þetta stóð alveg á milli nokkra mjög góða íþróttafólk sko. Hvernig var árið 2016 hjá þér? Það var sennilega besta tímabil mitt hingað til. Ég stóð mér nokkuð vel á ymskismótaröðinni sem fullorðinsmótaröðin. Ég endaði einu sinni í öðru sæti og svo nokkru sinnum í topp 10. Þannig að árangurinn var svona aðalega bestur þar. Svo eru verið í landsliði líka, það ekki? Jú, ég fór út með 18 ára yngri landsliðinu. Fórum til Tékklands og spiluðum í Evrópumóti 18 ára yngri og komumst í undanúrslit. Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú í golfi? Sko, pabbi minn var í golfi og hann dró mig í þetta og ég byrjaði bara 5 ára þegar ég var á leikskóla og það var golfvöllur á móti leikskólanum mínum. Þannig ég fór bara eftir leikskóla hverjum degi bara yfir götuna og beint í golf og ég hef bara verið síðan. Aðstaða til golfiðkunar á Dalvík hefur batnað mjög á síðustu árum en neðri hæð félagsheimilisins Víkuröst hefur verið breytt í fyrsta flokks æfingaaðstöðu fyrir kylfinga. Þegar ég var yngri þá æfði maður bara á sumrin og var svo bara í öðrum íþróttum á veturna. En núna síðustu ár þá þetta hjálpar mjög mikið að fá út að veturinn mjög langur hérna fyrir norðan. Það hjálpar mjög mikið að hafa þessa inniaðstöðu sem þetta einn besta aðstaða á landinu. Þú lýst aðeins fyrir mér þessari inniaðstöðu, hvað hérna inni og hvað getur þú gert hérna inni? Það í raun hægt að æfa öll högg sem þú slærið í golfi. Það púttgrín hérna fyrir aftan, 18 ára púttgrín. Þú getur slegið chip og alveg upp í stutt pitch. Og svo bæði net til að slá í og svo hermir hérna fyrir aftan sem í rauninni alveg svo að slá úti þá sérðu boltaflugið. Þannig að það hjálpar mjög mikið fyrir sumarið. Þú getur lýst fyrir mér svona æfingatímabilinu hjá þér, bæði kannski við sumar og vetur. Hversu mikið æfirðu og hvernig? Já, á sumrin þá ég að vinna upp á golfvelli. Þannig að ég mæti bara 8-9 mannana og í rauninni bara fram á kvöld sko. Á veturna maður alltaf í skóla þannig að æfingarna minnka aðeins en maður reynir að æfa á hverjum degi. Hver þinn helsti styrkleiki í golfinu? Sko, dræfin hafa alltaf verið mjög góð hjá mér og púttinn. Og svo ég með mjög mikið keppnisskap og mikið íþróttamaður. Þannig að ég gefst ekkert upp saman hvernig gengur. En það samt alltaf hægt að bæta allt og helst kannski vettsannir sem þarf að bæta fyrir sumarið. Vettsannir fyrir það sem það ekki þekkja? Hvað það? Já, það sem sagt styttri högg. Þú slærið ekki full högg heldur bara svona frá 30 upp í 90 metra eða eitthvað sem þarf meiri nákvæmni. En hvert stefnir þessi efnilegi kylfingur? Stefnan að fara í háskóla til Bandaríkjanna núna þegar ég búið með framhaldsskóla. Þannig að maður verður þar á meðan maður í skólanum og þá var ég alveg til að vera hérna á sumrin að æfa með Heiðar ef hann ætlar að vera hérna áfram og ég tel að hann sé einn besti þjálfari á landinu þannig að mér líður mjög vel hérna á Dalvík. Og framtíðarplönin eru alveg skýr? Já, stefnan að verða atvinnumaður í golfi eftir það. Það bara einfalt? Já. Ef það ekki bara að fara að stála okkur bolta? Jú, það heitir.
Æfur eitthvað meira en að slá golfkúlur? Ferðu eitthvað í ræktina eða einhverja séræfingar þegar maður að gera eitthvað svoleiðis? Já, ég fer í ræktina, ég reyna að fara í ræktina alveg 2 í viku líka. Ég fæ prógram, þjálfarinn minn gefur mér prógram sem svona góð þyngdaræfingar og svona. Þú liggur ekkert í backpressinu kannski? Nei, það er ekki mikið þannig sko. Maður tekur alveg eftir því að í gamla daga þá var þetta meira gamlir kallar bara með vindlana og vínið á vellinum. En í dag er þetta orðnir, maður sér alveg að bestu kylfingarnir í dag eru allir bara í frábæru formi sko. Þannig að það er alveg augljóst að það skiptir miklu máli sko. Hefur einhver önnur áhugamál en golfið? Já, ég hef alveg fáránlega mikinn áhuga á öllum íþróttum sko. Já. Ég var alltaf í fótbolta og skíðum. Hvað er skemmtilegast við golfið? Mér finnst í rauninni bara skemmtilegast að keppa sko. Það er alveg ótrúlega skemmtilegt og sérstaklega á holukeppni þar sem þá spilar maður einn á móti einum. Þá færðu bara stig fyrir hverja holu sem þú vinnur. Það er aðeins öðruvísi við höggleik sem er venjulega keppni. Mikill keppnismaður? Já, það verður alveg pirraður ef maður klúrar einhverju sko. En bitnar það þá ekki á spilamennskunni? Jú, það bitnar nefnilega á spilamennskunni sko. Og það er svona það sem ég hef verið að laga síðustu ár. Þegar maður var yngri þá var maður alltaf bandbrjálaður ef maður klúraði einhverju. Maður reynir svona að stilla sig núna.